síðasta manneskja sem hugsaði á þessum nótum Þóraðin dó fyrir mjög löngu síðan. Upprisin. Ég lít á vændis fólk sem þolendur, vændiskonur sem þolendur, eins og þær hafi stórum stíl viljað skilgreina sig. Það að kona vilji skilgreina sig kynlífsverkakonu, það allt í lagi. En það ekki feminismi að segja að það sé allt í lagi fyrir hann að skilgreina sem kynlífsverkakonu. Stelpur í dag eiga að geta tottað eins og klámdrottning og þær eiga að geta gert alls konar, þær eiga að vera kynferðislegar og guð veit hvað, en svo ef þær fara, en ekki of. Og það ekkert komin eitt jafnrétti. Það ekkert komin eitt, það ekkert þannig að núna eru bara allir á þriðjuvaktinni, sko. Þú segist ekki gagnrýna lýtaðgerðir, ég geri það pínu. Það hefur aldrei verið borin virðing fyrir konur sem selja líkama sinn. Mér finnst þú vera með smá kvenfyrirlitningu að konur séu of vittlausar til þess að taka einn ákvarðanir eigin líkama. Ég vildi óska þess að Píratar hefðu nota tíma sinn betur í að uppræta kynferðisofbeldi gegn konum heldur en að koma með þetta mjög skrýtna útspil inn á Alþingi. Nei, en erum við þá ekki komin frá hugmyndinu kynfrelsi? Sko, málið það að kynfrelsi Það getur ekki verið bara svo hugmynd sem að þú hefur það hvað kynfrelsi annar eigi að vera, þá erum við ekki að tala frelsi. En ég andmæli því eindregið og strategíst að þetta sé glimmervætt, eins og þetta sé raunverulegt val fyrir ungar konur að ná sér í pening. Sko, kynferðisofbeldi gegn konum faraldur og djöfull rosalegt að heyra svo helvítis kallfauskana og fyrirgefðu orðbragði. Hvað finnst þér þessa nýju bylgju, það sem að OnlyFans bara álitið sem eitthvað frelsandi afl, sem að loksins búið að taka pimpin út fyrir samhengi og konan getur verið sinna einherra. Það fucking erfitt. Það bara fucking erfitt að standast þessa pressu. Stelpu sem í háskólanámi, sem ákveður bara að bjóða þjónustu, karlmaður kaupir, mér finnst hún ekki vera þolandi og mér finnst hann ekki vera gerandi. Að því ég skil ekki hvaða vegferð Píratar eru, ég bara skil það ekki. Að lesa þetta frumvarp náttúrulega bara með ólíkindum. Núna eins og þú ræddir við Siggu Dögg, þar sem að vera til dæmis eins og þú orðar að kenna kyrkingar og hver þú að segja, já nei, þú mátt ekki kenna kyrkingar út af því að ég vil það ekki, ég vil ekki að þið séu svona, það væri fáránlegt ef ég var að tala niður eitthvað frelsi, en ég ætla samt að gera það. Ég skora á því, klipptu þetta ekki út, láttu, já, þú hefur þetta inn í þættinu. Þetta verður í introinu til þess að kynna mig mandi. Munurinn frá kynlífi í kynferðisofbeldi getur verið bara mjög lítill. Sko, klám ekki jákvætt, það neikvætt. Þá munu þér aldrei upplifa neitt kynferðislegt yfir ævina. ævina. My fucking god, Þórainn. Yes. Oh my fucking god. Loksins komin hiti, við erum búin að vera svo sammála, þetta búið svo leiðilegt. Þú ert þetta náttúrulega bara, Jesús góður, aumingja maðurinn. Góðan daginn og velkomin í Hlaðvarp Pæling, ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til mín hún Hanna Björg Vilhjálmsdóttir. Aftur, velkomin. Takk kærlega fyrir. Nú, ef að þið að hlusta á þetta á YouTube, þá með þið endilega gera subscribe á þessa rás. Það þætti mér ævinlega væntum, en við ætlum að demba okkur beint í þetta. Hanna, þú ert kennari í Borgó, yfirlýstu feministi, baráttukona. Já. Hvað myndirðu bæta við þennan lista? Sko, svo er náttúrulega mamma og amma, þú veist. Já, sem eru hlutverk sem ég elska mest af öllu. Akkurat. Ég veit nefnilega við höfum rætt einu sinni áður og nú veit ég að við erum ekkert svakalega sammála einhvern veginn allt, en það sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir í þínu fari að þú segir bara það sem þér finnst og það mjög augljóst, þú hikar ekkert við að taka slaginn og þú þú ert einstæðingur eins og þú orðaðir að núna rétt áðan við mig. Svona hugmyndafræðilegur einstæðingur hefur alltaf verið svona hefur alltaf verið feministi í fyrsta lagi og hefur alltaf verið svona, ég ætla að segja mína skoðun alveg sama hvort að ég sé að fara út fyrir hvað ég var að segja, svona baráttu félagana. Alls ekki. Nei. Bara alls ekki, en ég man, það allt svo við seinni spurningunni að ég haf alltaf verið svona bara alls ekki bara því miður, ég vildi að ég hefði orðið svona fyrir að því þá að ég spara sjálfur mér svo mikil óþægind og sásöka og skömm og allavega erfiða tilfinningar en varðandi það að vera feministi þá var ég mjög ung þegar ég fattaði, ég á 2 bræður og 1 systur og ólst upp við mjög hefðbundin gildi
og hjá foreldrum okkar og í Keflavík og hérna, en ég man eftir hafa upplifað svona, það er öðruvís að vera stelpa en strákur. Strákarnir fá einhvern veginn betri verkefni á heimilinu, veist hvað ég meina, þannig að en baráttu, sko, já, það kemur ekki fyrir en hérna bara þegar 25 kannski eða eitthvað, bara byrja háskólanám og svona. Nó, ok, þó svo snemma. Já, ég var virki í kvennalistanum hérna í kringum þegar ég var, mann aldrei ártöl, þegar ég var svona 27-8 þá var ég virki í kvennalistanum, en svo reyndar kom alveg, sem ég hef sagt frá á öðrum stað, sko, svo kom hlið þar sem ég var í ákveðinni dimmu, svona feminískri dimmu. Feminískri dimmu. Já. Við kannski komum inn á það eftir. Já. Hérna, við ætlum að ræða tvennt. Annars vegar klám og hins vegar vændi. Já. Þannig að léttmeti. Já, segðu, já, nákvæmlega. Það er nú hægt að, ég hef nú alltaf sagt það, sko, það er hægt að, sko, þungt málefni þarf ekki endilega að vera leiðilegt. Sko, og alls ekki leiðilegt og ekki erfitt heldur þannig, sko, skilurðu, þú veist, af því að þannig að, hérna, já, þetta er ákveðin svið sem ég hef áhuga á og sérstaklega þá með tengingu við feminisma minn, en umfram allt þó, sko, kennarastarfið. Ég vinn með ungmennum, ég kenni á framhaldsskólastigi, ég kenni kynjafræði, ég bjó til áfanga sem að var hugsaður til þess að svolítið að frelsa eða svona vekja nemendur mína til vitundar samfélagið og margt sem að er skaðlegt í því en umfram allt að örfa gagnrýna hugsun þeirra, að skoða umhverfið sitt með gagnrýnum augum. Hérna, já. Já, akkurat. Og hérna, eins og ég segi, sko, eins og ég nefndi hérna upphafi, þá eru ég og þú grunninn náttúrulega ósammála, en þetta er tveir hlutir sem ég held að við munum örugglega finna einhverja samleið, mögulega samt á mismunandi forsendum. Og ég vil byrja hérna... Eins og oft er í pólitík. Já. Hérna, sko, klámið. Þú sem kennari, hvaða áhrif hefur klám á ungt fólk? Veistu það hefur svo skaðleg áhrif. En sko fyrst, ég verð alltaf að byrja á því að skilgreina. Ok. Til þess að við séum öll að tala hlutir, því mér er svo mikilvægt að nota orð sem að við sko höfum flest þá sameiginlegan skilning á. Málið er það að klám er sem sagt kynferðislega örvandi efni sem inniheldur niðurlægingu og ofbeldi, oftast gegn konum. Það inniheldur líka rasisma, ableisma og fleiri þætti sem við erum öll sammála að séu skaðlegir og óæskilegir. Þetta er ein tegund af kynrænt efni. Svo erum við með aðra tegund sem hefur þá ekki þessi einkenni, sem er þá kynrænt efni, það sem er virðing, samþykki og jafnrétti. Þannig að þegar við tölum klám þá erum við að tala kynrænt efni sem hefur þessi einkenni. Þetta er, sko, ég ætla ekki að segja þetta sé algild skilgreining, en þetta er mjög almenn skilgreining og sannarlega meðal í kynjafræðinni. Af því að við getum ekki annað en aðgreint þetta tvennt, skilurum við. Við getum ekki verið að tala kynrænt efni sem eitt, vegna þess að raunveruleikin er sá að langmest af kynrænt efni, til dæmis á netinu, er klám. Og það er svo áhugavert að segja frá því og hérna að ég er sko búin að spyrja Nú verðist það skjóta henni. Hvað mennarðu með kynörvandi efni? Ertu að tala eins og Instagram myndir á stelpum eða hvað, eggjandi Instagram myndir, eða er þetta styttra frá, þú veist, þessu svona hefðbundna, þú veist, Pornhub klámi? Já. Þú veist, hvenær, við erum líka að tala Instagram myndir. Sko, ég reyndar nei. Okay. Ég myndi segja hérna, sko, ef að Instagram myndir bara, þú veist, bara konur oftast að pósa svona sig kynferðislega, ég myndi ekki kalla það, sko, kynrænt efni, þó að svo það sé kannski örvandi fyrir einhverja, en það er ekki búið til heldur til þess að, sko, beint vera kynörvandi þó það sé búið til þess að vekja aðdáun fyrir karlaugað. Ertu með mér? Ok. Já, þannig að ég er fyrst og fremst að tala Munurinn á OnlyFans og Instagram kannski?
Já, algjörlega, þú veist, það bara heiminn að hafa þar á milli, sko, já. En þarna ég að tala sko, það efni, langoftast myndskeið eða, vídeó, það sem er sérstaklega búið til þess að, þú veist, fyrir notendur til þess að fróa sér yfir, skilurðu. Þú veist, þetta er búið til það svona mjög sko effektíft til þess og mjög svona grímulust bara er það markmið og við erum með risa veitur og sko afnot eða þess að áhugi fólks eftirspurnin, já takk eftirspurnin eftir þessu er gigantisk. Þú getur lagt saman Netflix og alla samfélagsmiðlana og ég veit ekki hvað þú getur bætt við þetta og það toppar ekki eftirspurnin eftir kynrænt efni á netinu. Nema það sem ég ætlaði að fara að segja er varðandi það, ég er búin að spyrja kerfisbundin nemendum mína og ég er að tala örugglega komið yfir 1000 af því að ég ger þetta markvisst, ég spyr alla hópana mína að þessu. Ég byrja því að skilgreina, þetta er í upphafi umræðunar klám. Ég byrja því að skilgreina eins og ég var að gera á þann og svo spyr ég þau og svo hef ég náttúrulega ákveðin formúla að því að þú veist ég er ekki að seima þau, ég er ekki að gera lítið úr því að fólk noti klám. Ég er ekki að setjast í dómarasæti og messi yfir þeim, ég er einfaldlega að fá þau til þess að hugsa og skoða og rýna í og uppgötva. Hvað erum að tala um hérna og hvaða áhrif getur þetta mögulega haft. Og svo spyr ég þau, ok, krakkar, ef við getum tekið allt kynferðislega örvandi efni á netinu og flokkað eftir þessu í klám og erótík, hvernig þau hlutföllin? Og það er algjörlega, og sko, þau eru svo dásamleg, þau eru náttúrulega með þetta, auðvitað eru þau með þetta, þau veit þetta nákvæmlega og þau segja svona, yfirleitt er svona 90-99%. Þau gefa einhvern slaka fyrir möguleika að sé einhver staðar erótík. Eins og Instagram. Já. Hvað er erótík? Erótík er kynferðislega örvandi efni sem að inniheldur virðingu, samþykki. Sko, ég held að Instagram myndir, ertu ekki að tala um svona pósur það sem að þú veist bara svona bikini pósur og einhver svona? Jú, einhver svona kroppamyndir, það er annað. Já, okay. En þá vil ég spyrja með erotíkin út af því núna er hægt að finna kynörvandi efni eins og klámsíðum, þar sem maður er í rauninni meira svona hefðbundin svona virðing kannski, þú veist, þetta er ekki mjög gróft og eitthvað fleiri þess áttar. Getur það verið erotík og er erotík þá í lagi? Algjörlega. Algjörlega. Þannig að svona hefðbundið, þú veist, bara klámefni getur verið í lagi ef að það er gert á réttan hátt. Já, sko, en ég myndi aldrei nota klám af því að það er bara contradiction in terms. Sko, klám er ekki jákvætt, það er neikvætt, skilurðu. En kynurandi efni, sko, það er bara hið besta mál. Það er bara hið besta mál. Að hafa kynurandi efni, skilur bara það sem að, bara eins og þú segir svona old fashion eitthvað, þú veist, fólk að ríða og totta og þú veist, whatever, sko, en þú veist, klám er bara, þú veist, það er bara allt annað, það er eðlis ólíkt. En hvenær verður þá, já, það er einmitt það sem ég ætlaði að spyrja sko, með eðlislega munun og stigsmunun. Já. Það er eðlismunur þarna á til dæmis, út af því að þú segir að erotík og klám sé ekki það sama. Þetta er ekki bara stigsmunur, þó svo að það sé stigsmunur innifalinn í því. Og þá langar maður að vita, sko, hvenær verður erotík að klámi? Hvenær verður að horfa á mynd og það er alltaf, nei, byrju, nú er þetta orðið klám. Já, þegar þú sérð niðurlægingu einhvers konar, þegar þú sér rasisma, þegar þú sér ableisma, hvenær kemst ableismin inn í þetta? Já, þegar það til dæmis er sko fatlaðar einstaklingar eru sko hlutgerðir, þú veist, og komið fram við á nú get ég ekki lýst fyrir þér sko nákvæmlega hvernig þetta myndi gerast fyrir fram að myndavélina, en þegar að sko fötlunin til dæmis er hlutgerð og gerð einhvern veginn á niðrandi hátt. Nú er ég ekki að segja, sko, þetta geta fallað að tekja þátt í erotík sjálfsögðu. En sko... Fötlunin er element í því að niðurlæga. Já, akkurat. Og sko, og það sem er svo
og það náttúrulega hægt að tala svo, það ég geti tala náttúrulega endalaust klám, bæði einkennin og hvaða áhrif það hefur sko taugalífeðlisfræðilega af því að þegar þú kynörvast þá ertu náttúrulega að þú veist, þá það eru heilastöðvar í þú veist, það eru svona tengingar í heilanum, taugalífeðlisfræðilega tengingar, nú ég hérna á hálum ís, að því ég auðvitað ekki sérfræðingur þarna, en og klámið hefur þegar þú ert að örfa þig stöðugt utanfrá, sem sagt, með sjónrænni kynörfun, þá ekki svona, hvað maður segja, náttúrulega, þegar þú ert að stundan hvort kynlími sjálfur eða einhverjum öðrum aðila, að þá þarftu að fá stöðugt sko nýjar, hvað maður segja, áskoruna, nýjar hérna, af því þú verður svona, þú verður háður þessu og þú verður alltaf starra bömp. Já, akkurat. Og þannig að það alltaf verið að búa til afbrigðilegra efni. Akkurat. Já, ég skil hvað það meinar, og ég svona búin að vera einmitt að velta þessu fyrir mig út af því að sko strákar til þess að mínum aldri sem kringu 30, kannski aðeins yngri, hafa alveg verið að svona segja mig bara, þú veist, segja sjálfur bara, þú veist, þegar ég nota klám fyrst mér bara að vera að steikja mér hausinn. Já. Það er mjög margir sem að, þú veist, á mínum aldri eins og segi 30 aðeins yfir sem að tjá mér það, bara já þetta bara hræðilegt fyrir hausinn og maður bara finnur það, maður verður bara svona brenglaður. Já. Og ég sammála því og það sem að ég svona einmitt búin að vera að spá í að sko þessi svona þróun í þessum efnum kannski, þú veist, hún búin að vera samhliða því að ég verði 30 en efni sem ég get fundið til dæmis í dag var ekki jafn sturlað eins og þegar ég var kannski 18 ára. Þannig að maður kannski náði aðeins að svona flýja, þú veist, forðast þessa bylgju og maður veldi oft fyrir sem að núna, þú veist, ef 13 til 15, 16, 17 ára krakkar að finna þetta efni, það svona þetta hlýtur að steiki þeim hausinn ennþá meira heldur en það gerir við kannski fullorðinn mann. Já, svo það og þarna mín auðvitað áhersla því ég auðvitað, sko, það það sem ég hef ágjörð, það eru krakkarnar okkar ungmennin og ef við draugum þetta upp mynd, bara rétt sem snöggvast að því að það eru rannsóknir sem að sýna okkur að krakkar eru allt niður í 7 ára, 6-7 ára þegar þau detta að því að þetta er svo mikið af þessu á netinu, þau detta það og iðnaðurinn gengur náttúrulega út á það að lokka til sín áhorfundur ekki satt og nota til þess náttúrulega algjörlega siðlausar aðferðir að þegar sko ef við ímyndum okkur að krakki byrjar að sjá og verður kannski traumatiserast en svo á sama tíma finnur hann einhverja velja tilfinningu mögulega skilur mig og svo dettur hann þetta oftar kannski af því að þegar þú ert dett eitthvað einu sinni á netinu þá fer einhver algoritmi af stað oft er það ekki og einhvern veginn og ítir að þér svona ákveðinu tegund af þá efni og ef að svo þessi einstaklingur segjum sem svo þetta sé strákur og hérna og svo horfir hann á klám af því að það er það sem er verið að íta á honum sko og hann sér þetta með einhverjum tímabilum, einhverjum millibilum skilur mig af og til og svo kannski meira eftir því sem hann þroskast og verður kynþroska og byrjar að fróa sér og hérna og alltaf er hann að sjá sem sagt kynlíf og nú ég að búa til gæsalappir fyrir þá sem að hlusta hérna með þessum hætti þannig auðvitað hefur þetta áhrif á hvað örvar hann og hvað hann langar til þess að prófa ekki satt. Þetta hefur áhrif á hans fantasíur, þetta hefur áhrif á hans væntingar og kynverund hans. Mér finnst væntingar eiginlega að vera stærsta breytan að nota því að kannski myndi hafa áhrif á veist, þegar hann fer ég vótt að rætta á þér að það engin svona viðkvæmari heldur en strákur í fyrstu kynlífs reynslu sinni að þá kannski hann með allt aðra væntingar og allt aðra hugmyndur hvernig hann á að bera sig og fleira þessu þar. Algjörlega og þarna og hugsaðu þér að við erum að tala einstakling hvenær er að segja hann byrja að stunda kynlíf með annarri mannesku ég veit ekki 16 ára eitthvað ég veit ég bara segja eitthvað hérna, og þá er hann búin að vera að sjá þetta svona kynlíf aftur gæsalappir og örfast yfir svona efni auðvitað er hann sósaður af þessu og svo á sama tíma hefur hann fengið litlega enga fræðsla á móti þú veist, sem að gagnrýna sjónarhornið ertu með mér þannig að hann geti einhvern veginn farið að flokka og vinna með þetta einhvern veginn í sínum hugarheimi þannig að, og þarna ertu bara komið uppskrift af slisi, stórslisi á milli einstaklinga skilurðu af því að sko munurinn frá kynlífi í kynferðisofbeldi getur verið bara mjög lítill
þú veist, ef að fólk veit ekki hvað einhvern veginn, hefur ekki fengið einhverja fræðslu og einhvern veginn, og líka og ekki bara fræðslu og þá ég ekki að tala einhverja tækni, skilur mig, hvernig þú átt að stinga tippin í píku eða eitthvað, eða þú veist, nú ég veit hérna á gagnkynhneigðu en bara, þú veist, að því að sko svo kvenfyrirlitningin sem að náttúrulega í kláminu, svo hún normaliserið út allt í menningunni. Þannig að þegar að gagnkynhneigt par kemur saman og strákurinn búinn að horfa mikið á klám og hefur svona þær væntingar eins og nefnir og hefur líka ákveðnar hugmyndir að hann sé í rauninni stjórinn, hann eigi að hafa valdið og hún eigi í rauninni að hlýða. Og hún kynferðislegt viðfang sem að normaliserað í tónlistamyndböndum, í auglýsingum og svo framvegis. Ertu með mér? Þannig að, þú veist, sko, þetta er svo borðleggjandi katastrófa. Þetta er borðleggjandi katastrófa. Við rættum þetta meðal annars síðar, sko. Við rættum sko, hvenar gerandi verður gerandi. Já. Við vorum með mismunandi hugmyndir það því að ég var svona, þú veist, með nauðgunar gáleysi, sem að þú ert í rauninni að lýsa. Já. Svona hversu hart hægt að taka á því. En núna svona ný bylgja feminisma og feminista sem að hafa verið svona hliðhollir þessari menningu, sem að snýrað bara svona OnlyFans umræðu, sem snýrað hvernig við eigum að í rauninni að horfa á klám, klám réttindi konunar til þess að bera efni í karlinn, þetta réttmætt að taka við krónutölum fyrir kynjörandi efni, sem náttúrulega náið næsta málefni sem náttúrulega vændi, en núna eins og þú ræddir við Siggu Dögg, þar sem að vera til dæmis eins og þú að kenna kyrkingar og það verið að svona snúa umræðefninu upp í það að svona, já, þetta alltaf læg ef þú gerir þetta rétt, svona hugmyndir okkar af því þú veist, áttu að hafa frelsi til þess að vera klámfengin í þínum aðgerðum ef að bæði strákurinn og stelpan alveg saman hversu ung að náttúrulega innan eðlilegra marka að athafna sig. Hvað hefur þú svona að segja þetta? Hvað finnst þér svona þessa nýju bylgju, það sem að OnlyFans bara svona álitið sem eitthvað svona, hvað það segja, sem eitthvað svona frelsandi afl sem að loksins búið að taka pimpin út fyrir samhengi og konan getur verið sin eigin herra?